Hér rétt strax ætlum við að ræða það sem sumir stjórnarandstæðingar hafa kallað mestu peningagjöf Íslandssögunnar sem nemur 60 til 80 milljörðum króna. En við byrjum á eftirgjöf ríkisins á 20 milljarða skattaskuldum. Í síðustu viku samþykkti Alþingi að tillögu fjármálaráðherra að fella niður skattlagningu af sölu hlutabréfa frá árinu 2006. Talið að þessar skattgreiðslur hefðu getað skilað ríkissjóði á milli 60 og 80 milljörðum króna sem meira en söluvirði Landssímans á sínum tíma. Þeir ætla að takast á málið þingmennirnir Pétur Blöndal og Steingrímur J. Sigfússon. En fyrst skulum við heyra rökstuðning fjármálaráðherra fyrir þessari niðurfellingu. Það var þannig árin þessi lög voru samþykkt að það mátti fresta skattlagningu á söluhagnaði en sú skattskuldbinding sem þá fólst í frestuninni og var mjög ólíklegt að nokkuð tíman yrði end eða það var raunverulega mjög ólíklegt að það yrði nokkuð tíman borgaður skattur var hins vegar færður í efnahagsreikningin þannig að efnahagsreikningurinn og eiginfjárstaðan og raunverulega fjárhagsstaða fyrirtækisins var ekki þá rétt og leit ekki eins vel út. En þetta ekki peningur sem að ríkið hefði á einhverjum tímapunkti fengið? Nei, þessar skattgreiðslur? Nei, vegna þess að skattfrestun var að ræða sem að gat gengið út í það óendanlega. Er það gefið? Það nokkuð veginn gefið. Það afskaplega litla líkur á því að af þessum söluhagnaði hefði verið greiddur skattur. En jafnvel í árferðin svo núna þar sem að maður sér að það er að hægjast á og minna nýja fjárfestingar, hefði ekki getað enda með því eitthvað þessum fyrirtækjum hefði þurft að borga skatt? Já, það ekki víst vegna þess að það sem að kannski fyrir ári síðan hefði verið verulegur söluhagnaður, að það var kannski ekki neitt söluhagnað að ræða í dag. En þá gamall söluhagnaður? Þarf þetta ekki að borga skatt á honum einhvern veginn? Nei, það var búið að fresta honum og vegna annara fjárfestinga. Er þetta þó tilgangslaus reglugerð? Nei, hann alls ekki tilgangslaus. Því að þetta gerir bæði gagnsærra og einfaldara og gefur fyrirtækjunum meiri sveigjanleika í sínum ráðstöfunum. En reglurnar eins og þær voru, bara fyrir hérna almenna mann svona skilja það, til hvers verið að setja skatt á einhvern ef hann þarf aldrei að borga? Það var auðvitað verið á þeim tíma sem að þessu lög voru sett og þá var verið að hygla fyrirtækjunum og hvetja til fjárfestinga á tímabili þar sem að fjárfestingar voru kannski ekki mjög miklar. En þú ert nánast að segja að þessi skattur eins og hann var hafi ekki verið neitt skattur af því að það sé gefið mála að það verið þetta frestunum út í því óvandilega. Já, það voru alveg hverfandi skattekjur af þessum skattstofni. Er það þá bara formsatriði að afnema eins og þeir eru að gera núna? Nei, það eru auðvitað ekki formsatriði, það þarf alltaf að breyta lögunum en það hefur engin teljandi áhrif á tekjur ríkissjóðs. Eigum við ekki að gera ráð fyrir því að einhvern veginn hefði komið að skulda þetta? Nei, við höfum ekki gert ráð fyrir hér að við höfum fengið tekjur af þessum frestaða söluhagnaði. Já, þetta var fjármálaráðherra. Steingrímur J. Sigfússon, þú sáttur við þessi orð hans? Nei, það eina sem maður getur tekið undir og rétt að það alveg auðvitað ósýnt það að hve miklu leyti þetta hefði skilað skattekjum í ríkissjóð en þetta þegar tilkomin hagnaður sem skattskyldur og það náttúrulega mikið fordæmi sem gefið með því að fella það bara niður á einu bletti og strá striki. En ef hann hefði aldrei komið til innheimtu hvort það ekki allt í lagi að gera þetta? Nei, það nefnilega ekki allt í lagi og sérstaklega ekki að gera það svona eins og ríkisstjórnin gerir. Vegna þess að ekki einasta gefur hún bara þetta eftir á einu bretti sem nú ekki svona venjan. Ef einhver skuldar skatta, aðrir eiga því ekki að venjast að þá sé hann bara felldur niður hjá þeim. En síðan það þannig að ríkisstjórnin gengur í þessu tilviki, eða meiri hlutinn, lengra en nokkur staðar annar staðar gert, lengra en gert í Noregi, lengra en gert í Hollandi, vegna þess að ekki einar staðar þetta bara gert skatt frjálst á einu bretti, heldur fá menn líka að draga kostnað frá. Og þá segir ríkisskattstjóri, hér stílbrot á ferð í skattalegri framkvæmd sem að við vörum við. Pétur, ég meina ekki öruggt að allavega eitthvað sem skuldum hefði komið til innheimtu og hversan í óskopunum þá fella þetta niður? Það nokkuð öruggt að þetta ekki komið til innheimtu. Ekki neitt? Nei, að því menn gátu endurfjárfest samkvæmt gildandi lögum og já, þá að það sér í fjárfestingu. Já, þegar þeir endurfjárfestu þá fristuður hagnaðinn inni
og þetta svona eins og líkingin betri fugl í hendi en tveir í skógi, þetta sko feitur fugl flögrandi í skógi og þú nærð honum aldrei. En ekki samt hvatningi því að menn þurfi þá að nota peningana til þess að fjárfesta og efla atvinnulífið? Það gerir mig hvað sem og ef þeir ekki gera það þá þurfa þeir að... Þetta er ekki að tekið peningana úr landi og gera hvað sem þeir vilja? Nei, þeir mynda væntanlega borga það sem arð eða einhvern veginn og þá kemur fjármagnstekjuskattur á hann. En málið það að það til fordæmi fyrir þessu og það svona stílbrot í kerfinu nú þegar og það söluhagnaður að fasta íbúðaverði, íbúðakaupum að þegar þú selur íbúðunin þá það yfirleitt skattfrjálst nema íbúðin sé 5 stærri. En þarna eins og verið að breyta reglunum raun og verið eftir á? Já, það svona svipað eins og við myndum gera söluhagnað íbúðasölu algjörlega skattfrjálst, það svipað og áhrifin sennilega svipuð því að það mjög lítið það menn sé að borga skatt af söluhagnað íbúðum. Rausnarskapurinn meira sér því líkur í þessu að þetta í reynd að hluta til afturvirka aðgerð. Ég bendi á að Alþýðusamband Íslands og verkalýðshreyfingin leggst eindregið gegn þessu og þeir benda á ósamræmið að ríkisstjórnin svona örlát við fyrirtækin og gróðaaðilana en almenningur mætir öðru viðmóti þegar hann bankar upp á með sínar kröfur. Og svo vil ég líka vekja athygli á því að sú frestunarheimild á skattlagningu sem gat kannski verið að mörguleyti skiljanleg fyrir venjuleg fyrirtæki sem ekki hafa það sem aðalverkefni að kaupa og selja hlutabréf. Hún eitt af þessu. En hér gengið svo langt, lengra en í Hollandi, að aðilar sem ekkert gera annað en kaupa og selja hlutabréf, þeir eru líka leystir undan skatti. Þannig að það eru minni takmarkanir og minni kvaðir í þessu heldur en nokkur staðar annar staðar þekkjast. Og þó skattaumhverfi fyrirtækja á Íslandi þegar einhvern mesta bómullarumhverfi sem fyrirfinnst í heiminum. Talandi litlamannin og stóru fyrirtækin að söluhagnaðar íbúðum sem að vel flestir Íslandingar nú að kaupa og selja og hagnast á, það litlimaðurinn myndi ég telja. Og hann getur selt sín litlimaðurinn að hagnast á sölu á íbúðum? Já, hann kannski selja íbúð upp á 30 milljónir eða 20 milljónir og hann hagnast kannski 10 milljónir og fjármagnstekjuskattur af því væru 1 milljón og hún gefin eftir. Og þetta búið að vera í fjölda ára þannig að talandi stílbrot þá náttúrulega hefur það verið í gangi. En það gildir ekki þá sem til dæmis eru í atvinnurekstri við að kaupa og selja íbúðir og svo framvegis. Ef þú ert með fyrirtæki í þeim rekstri, þú ert að blanda hérna saman óskyldum. Nei, ég að tala semst að því venir að bera saman fyrirtæki og einstaklinga. Einstaklingar njóta hérna skattfrelsis af söluhagnaði af íbúðum. Það sambaldið þetta og eiginlega sama ákvæðið. En ef einstaklingur sem var í þessu að kaupa og selja hlutabréf árið 2006 það búið að skattleggja hann búinn að borga sína 10% af þessu hagnaði. Það einmitt skemmtilega við þetta. Það skemmtilegt, en fyrir einstaklingin sem þarf að borga þetta, en fyrirtæki sleppur. Ég mætti klára. Söluhagnaður af hlutabréfum yfirleitt langt yfir eigið fé fyrirtækisins. Það þýðir það að kaupandinn að kaupa væntanlegan hagnað fyrirtækisins og seljandinn að selja þennan væntanlegan hagnað fyrirtækisins í framtíðinni sem umfram ávöxtunarkröfu á markaði. Og það þýðir það að þegar hagnaðurinn kemur í framtíðinni þá hann skattlagður inn í fyrirtækinu. Þannig hann skattlaður hvað sem og þegar að vextir hækka í heiminum og verð á hlutabréfum lækkar eins og við upplifa núna, þá hverfur þessi hagnaður. Ég hugsa mikið af þessum hagnaði, þessum 300 milljörðum sem við vorum að tala mikið af því horfir, vegna þess að gengi hlutabréfum lækka sem Þá kemur það bara í ljós, Pétur. Það gerði til þó þetta stæði áfram. Og ég vil bara fá að vitna hérna örstuðum í ríkisskattstjóra, því mér finnst það alveg makalust hvað aðstandendur þessa máls skauta léttilega yfir það að helsti ráðgjafi og framkvæmdaaðili hins opinbera á sviði skattamála ríkisskattstjóri sendir frá sér minnisblað og segir hér: Þessi breytingatillaga að gera tiltekna starfsemi skattfrjálsa því stílbrot gagnvart þeirri meginreglu 21. greinar að falli sala undir atvinnurekstur skattaðila eða hafi eigna verið aflað í þeim tilgangi að selja þar aftur með hagnaði teljist hagnaður og sölu þeirra ávallt að fullu til tekna. Jafnframt má halda því fram að það sé stílbrot annars vegar sé kostnaður við öflun tekna frádráttarbærar frá tekjum og hins vegar að hinar sömu tekjur séu frádráttarbærar að öllu leyti óháð kostnaði. Hvað segir þetta? Ég meina ef ríkisskattstjóri kemur með svona umsögn og ekkert ekki marka á hana? Hann hefði átt að nefna annað stílbrot sem þessi söluhagnaðar einstaklinga íbúðarhúsnæði. Það líka stílbrot. Það bara allt annars eðlisbrot. Þú getur ekki borið þetta saman. Þetta nákvæmlega samur hlutur. En það ekki verið að breyta reglum eftir á. Þær reglur hafa verið upp á borðið á tíma. Þannig verið að breyta reglum eftir í núna. Það stendur að ég borga skatt af söluhagnaði íbúðarhúsnæðis. Nema þessi innan ákveðna marka og þú er 8-2 eða þá endurfjárfesting. En nú er að breyta reglum eftir á. Það er ekki öðru sér. Það er að breyta reglum eftir á. Einstaklingum hefur gefið þarna tiltekið svigrúm til dæmis til að stækka við
sig og svo framvegis. Það þannig sem þetta hefur verið hugsað. Akkurat, og þetta nákvæmlega eins með hlutabréfin. Nei. Menn var gefin möguleika á því að fjárfesta aftur og þá kemur söluhagnaðurinn ekki til skattlagningar. Og það er akkurat það sem við erum að horfast í augu við raunveruleikin þessi. En talandi um kostnaðinn, þegar að fyrirtæki tekur lán og er að sama tíma að kaupa hlutabréf og vörubíl, þá var það spurningin, var lánið fyrir vörubílnum eða var það fyrir hlutabréfinu? Og á að reikna vexti, kostnað af láninu til gjalda við fjárfestingunni hlutabréfinu eða vegna vörubílsins. Þetta sáum við fram að vera framkvæmdilega nánast útilokað að framkvæma. Þengabur, örstutt bara, ég meina, er þetta ekki bara tölur og blaðir sem skiptir kannski ekki máli eins og Pétur segir, þetta hefði aldrei komið til innheimtu hvort þeir? Það vitum við ekki og reynslan hefði bara seint leitt það í ljós. Ég er alveg sannfærður að hluti af þessu hefði komið til innborgunar og í öðru lagi verðum við að horfa á prinsipin, hvað við erum að gera og hvaða fordæmi við erum að skapa. Og þegar við fáum svona aðvaranir að við séum að framkvæma stílbrot í skattalegri framkvæmd varðandi afdrifaríkan hluta þessu tagi, skapa fordæmi, við höfum það á svart á hvítu, við komum lengra en allar aðrar þjóðir sem við þekkjumst. Við erum á sama tíma að lækka skatta á fyrirtækjum úr 18% stigum niður í 15. Mjög nægilegt. Fjármagnstekjuskattur á Íslandi er einhver svo lægsti sem þekkist innan OECD. Minna er ekki komin nóg, Pétur, er ekki einhver tíma komin að venjulegu fólki. Og sama tíma kvartar ASÍ í sinni umsögnum það að fjárfestingar útlendinga á Íslandi hafi ekki verið eins mikla á skildi. Þannig að ég held að sé nú ekki ástæða. Stoppar þetta ekki fjárfestingu? Þetta einmitt hvetur Íslendinga til að fara ekki til útlanda. Það kom fram í umræðinni hjá Kristni Gunnarsson að Íslendingar hefðu 400 milljarðar hefðu siglt út til Hollands. Þetta kom fram í umræðinni. Og við erum að reyna að halda þessum peningum inn í landinu, fá það tilbaka og hugsanlega fá eitthvað útland fyrir líka. Já, Pétur og Steingrímur, takk fyrir komuna.